Já, kæri Jesús, ég kem núna með allt sem þjakar og færi þér. Og sérstaklega færi ég þér allt sem ég hef gert rangt og stendur í vegi fyrir eðlilegu sambandi mínu við þig. Og ég játa Jesús að þú lifir í dag, ég trúi því og ég gef þér líf mitt og hér eftir ert þú minn drottinn og þú ert minn Guð. Og ég vil fá þitt og til að takast á við erfiði dagsins á morgun og þakka þér fyrir að þú hjálpar mér að vinna það létt. Ég bið að leysa mig undan orðum sem hefur verið talið gegn mér. Ég bið að leysa mig undan atvikum sem hafa komið fyrir og setið í mér. Ég bið að leysa mig undan öllu sem angrar huga minn, Jesús, og hvers konar byrði sem ég ber. Og ég bið að hjálpa mér að hafa hvíld í sálinni þegar ég tekst á við amstur dagsins og lífsins. En fyrst og fremst þá biðum við minn drottinn og minn Guð. Í Jesú nafni, amen. Ég var búin að skrifa niður nokkra punkta úr lestrinum sem að, úr orði Guðs sem að við ætlum að hugleiða og biðja. Og í þessu felst að afhenda allar byrði, allar áhyggjur, allar þunga, allar þreytu, allt erfiði, allt streð, allar bugun í hendur hans og hvílast í honum, í hans ljósi, í hans krafti. Og svo ætlum við bara að leyfa okkur að vera í þessari hvíld í Guði og leyfa Guði og hans hvíld að vinna í okkur, að vinna í okkar hjarta, í okkar sálu, í okkar líkama og í því felst að við gerum ekki neitt annað en að hvíla í honum og þá kemur hann með sinn kraft og sinn mátt og hann vinnur verkið í okkur. Og það á svona stundum þegar við hvílumst, þegar við gerum ekki neitt og leyfum honum að vinna, að þá oft nær hann að gera mestu kraftaverkin. Af því að þá erum við ekki að þvælast fyrir að reyna að gera allt í okkar eigin mætti. Heldur stígu til hliðar og segja Guð, núna ætla ég að leyfa þér að gera þetta. Og það er bara rosalega mikill kraftur í því. Þannig að við skulum bara byrja þessa hugleiðslu. Þetta er svona sirka 10 til 12 mínútur sem við ætlum að gefa okkur í þessari stund með Guði. Og ég ætla bara að bjóða þér að koma þér þægilega fyrir, hvort sem hún situr eða liggur. Þú dregur djúpt inn andann og þegar þú blest frá þá bara leyfir þér að loka augunum og þú finnur hvernig þú svífur inn í þægilega himneska slökun, afslöppun og ró. Og ég legg þessa hugleiðslu og bæn í þínar hendur, drottinn, í Jesú nafni þakka ég fyrir að þú hefur hvert og eitt okkar hér inni í þínu fangi. Verði þinn vilji, verði þitt orð og ég þakka þér fyrir að þú ert að fara að vinna eitthvað stórkostlegt, guðlegt, kraftaverk, lækningu og frelsi innan með hverju og einu okkar hér í kvöld. Og þú finnur að það kemur slökun og afslöppun yfir þig, það kemur friður yfir þig, það kemur öryggi yfir þig af því að andi Guðs svífur yfir. Og ég ætla að biðja að tengja þig bara við hjartað þitt, bara tengja þig við hjartað þitt. Og við ætlum að biðja drottinn. Í Jesú nafni þá gef ég þér hjarta mitt. Og ég þakka þér fyrir að þú setur hvíld þína inn í hjarta mitt. Og ég þakka þér fyrir að þín yfirnáttúrulega stórkostlega hvíld, þessi kraftur, þessi máttur starfar og verkar í mér, jafnvel þegar ég er að vinna, jafnvel þegar ég er á fleygiferð, að þá hvílist ég á sama tíma.
Í Jesú nafni þá tek ég allar áhyggjur, allan ófrið, alla byrði, alla þreytu, allt erfiði, allt streð. Ég tek þetta allt út úr hjarta mínu, úr huga mínum og ég afhenda þetta til þín, Drottinn. Taktu við þessu. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur mér þitt ok, Drottinn, í staðinn. Og þú finnur létti innan með þér og létti í hjartaneginu. Og í Jesú nafni þá fyrirgef ég allri þreytu, allri skömm, allri eftirsjá og allri bugun. Og ég afhendi þér þetta, Drottinn. Takk þetta frá mér. Losaðu mig undan þessu og ég þakka þér fyrir að þín hvíld, að þinn kraftur og þinn máttur kemur inn í hjarta mitt í staðinn. Í Jesú nafni þá leita ég þíns ríkis og þíns réttlætis ofar öllu öðru. Og ég þakka þér fyrir að þú ert minn kraftur. Þú, Jesús, ert minn máttur. Að þú ert orkan mín og þú ert hvíldin mín. Og þess vegna hef ég alltaf nægan kraft, næga orku og nægan mátt. Og ég fer með þér núna, Jesús, á óbyggðan stað til að hvílast stund. Og ég ætla að biðja að ímynda þér ljós Drottins, svona skært, bjart, skínandi ljós. Kannski sérðu Jesús, kannski sérðu bara ljósið eða finnur fyrir því. Og ég ætla að biðja að ímynda þér að þú leggist í ljós Guðs núna. Og þú leggst í ljósið hans og það umvefur þig svona eins og hvítur bómull. Og þú hvílist. Og hvíld Guðs kemur inn í hjartað þitt, inn í sálina þína, inn í líkamann þinn, inn í hugsanir þínar, inn í tilfinningarnar þínar, inn í öll líffærin þín, inn í alla þína parta. Og þú ætlar að liggja í hvíld Guðs. Þú gefur þér leyfi til að hvílast. Þú mátt hvíla þig. Þú mátt gera ekki neitt. Þú mátt bara vera. Og í þessari hvíld þá ætlar Guð að veita okkur kraft, auka máttinn okkar og gefa okkur nýjan kraft.
Í Jesú nafni þá tek ég við öllu þessu núna, Guð. Og ég þakka þér fyrir. Og þú finnur hvernig öll streita, öll þreyta og allt álag líður út í kerfinu þínu. Og þú finnur hvernig hvíld Guðs fer inn í taugarnar þínar, vöðvana þína, sálina og allar frumurnar í líkamanum. Og það kemur léttir. Hugsanirnar þínar hvílast. Og þær verða rólegar, afslappaðar og mildar. Og það kemur friður inn í hjartað þitt. Og friður Guðs æðri öllum öðrum friði sem til er. Og þú ætlar bara að leyfa þessum friði og þessari hvíld að vinna innan með núna. Og það eina sem að þú ætlar að gera er að fókusa á ljósið. Og leyfa Guði vinna. Bara í smá stund. Og ef að hugurinn hvarflar eitthvert annað, þá er það allt í lagi. Þá bara fyrirgefur því og leiðir hugan aftur að Guði. Þú vonar á Guð. Þú ert orkumikil, kraftmikill. Þú hefur miklu meira en nóga orku, krafti og mætti. Af því að það kemur frá honum. Og þú finnur hvernig kraftur þinn, orkan þín endurnýjast og endurnærist. Og Guð er að gefa þér sýn. Guð er að gefa þér sýn af þér eins og hann sér þig. Kraftmikil, orkumikil, heilbrigð, falleg og góð manneskja. Og ég ætla að biðja að bara taka ákvörðun frá hjartanum að trúa þessari sýn. Og setja hann inn í hjartað þitt. Að því að innra með þér býr yfirnáttúrulegur, guðlegur kraftur.
Það er heilagur andi. Guð er partur af þér og þú ert partur af honum. Og það er engin kraftur, máttur, meiri heldur en sá kraftur sem býr innan með þér og er frá honum og er hann í þér. Og ég tek ákvörðun frá hjartanum að lifa í andanum mínum. Guð er búinn að gefa þér nýjan kraft og þú finnur það. Og innra með þér starfar hvíld Guðs. Það skiptir ekki máli hvað þú ert að gera marga hluti eða hvað er mikið að gera. Þótt þú sért búin að vera að frá morgni til kvölds. Af því að þú starfar í hvíld. Og ég leyfi þér, Guð, að vinna þitt verk í mér núna. Og þá ætla ég að bjóða þér að bara fylla hjarta þetta af gleði. Gleðin er líka kraftur sem að kemur frá Guði. Bara leyfa þér að fylla hjarta þetta gleði og þú tekur ákvörðun frá hjartanum að hlæja oftar og hlæja hærra og hlæja meira og hlæja lengur. Og vera glöð og vera glaður. Og leyfa krafti Guðs að vinna innra með þér og í gegnum þig. Og þú finnur að Guð er búinn að vinna og er að vinna stórkostlegt verk innra með þér. Og þú ert eftir að finna mjög mikinn mun á kraftinum þínum, orkunni þinni. Eftir þessa stund og þegar þú ert tilbúin þá máttu bara segja í hjartanu takk Jesús, takk fyrir að endurnýja orkuna mína og kraftin minn. Og þá máttu bara opna augun aftur og þú finnur að þú kemur hægt og rólega tilbaka. Finnur fyrir gleði og líður bara stórkostlega vel, mjög vel.
þér.